Komið í sæl. Valgeir Skagfjörður leikari og formaður borgarahreyfingarinnar segir að sér og systur sinni hafi verið ógnað og hótað lífláti árið 1969 með skammbyssu sem fannst nokkrum dögum síðar í hanskahólfi leigubíls í tengslum við morðið á Gunnari Tryggvasyni. Í kjölfarið var eigandi leigubílsins handtekinn og hnepptur í gæsluvarðhald, en þau systkini segja að það hafi ekki verið sá maður sem ógnaði þeim. Morðinginn hefur aldrei fundist. Valgeir vill nú fylgja í fótspor systur sinnar og greina frá þessum atburðum því tími sé til kominn að sannleikurinn komi í ljós. Og ef við segðum frá, það myndi að skjóta okkur. Og þess vegna hafið þið... Já, ég meina það er náttúrulega veldur óbúst ótta. Við erum 12 ára, systir mín er 10 ára, sko, Áður en lengra haldið skulum við rifja stuttlega upp atburðarás þessa fræga sakamáls. Þann 18. janúar 1968 fannst Gunnar Tryggvason leigubílstjóri myrtur í bíl sínum við Laugalæk. Hann hafði verið skotinn í hnakkan og rændur. Þetta óhugnanlega mál vakti þjóðarathygli en lögreglunni gekk illa að upplýsa það. 14 mánuðum síðar eða 7. mars 1969 fannst umrædd skammbyssa í hanskahólfi annars leigubílstjóra. Sá neitaði hins vegar ávallt að hafa myrt Gunnar og var sýknaður í sakadómi og Hæstarétti vegna skorts á sönnunum eftir að hafa setið 11 mánuði í gæsluvarðhaldi. Morðið á Gunnari telst því enn óupplýst. Við systkinin vorum ein heima. Mér minnir að þetta hafi verið á sunnudagsmorgni. Mamma hafi verið að skemmta sér á laugardeginum og var ekki búin að skila sér heim. Og hún bjó með sjómanni þannig að það var alltaf til matur í ísskápnum og eitt af því sem var til dæmis humar og við vorum að borða rista franskbrauð með humri. Og við byggum á efstu hæð í blokk og það hringi bjallan, dyrabjallan og við heldum svona strax að mamma verið þá komin heim og þetta verið svona 10-11 leitið morgunin, ég man að það var kalt, það var eitthvað svona. Já, þetta var svona kaldur vetrarmorgun og ég fyrir fram á gang, við förum fram á gang. Við kíktum alltaf fram á gang, sko, þegar eitthvað var að koma. Og þetta var svona stór stigagangur, þetta var eina íbúðin sem var á þessari hæð, sko. Það var ekki íbúð í stigaganginum á móti. Og það kemur maður svona hlaupandi upp stiga. Hérna þetta verið ungu maður, þó maður kannski ekki fundist að þannig og maður er náttúrulega krakki en já, ég held að hann hafi verið svona kannski 23-4-5 ára gamall maður, eitthvað svoleiðis. Og hann kemur og spyr eftir mömmu og æðir inn í íbúðina og fer að svona skima allt og spurði einhverja spurningu og hann var þvoglumæltur, hann var svona í sérkennilega ástandi einhverju, sko. Hann var vanur því að sjá fólki á svona ástandi á þessum árum heima. En svo settist hann við matarborðið hjá okkur, eldhúsborðið og hann dregur fram skammbyssu. Og ég lék mig nú með skammbyssu þegar ég var krakki og kunni nú á þessu nokkur skil þannig, við strákarnir kunnum, þekktum svona þessar helstu tegundir, Colt og Walter og P38 og Magnum og við kunnum að droppa þessum nöfnum og ég sé að þetta er þung skammbyssa, stór skammbyssa með maka sinni og ég átti startbyssu sjálfur sem ég hafði keypt mér í Goðaborg fyrir blaðburðarpeninga og ég varð svona ofboðslega hræddur þegar ég sá þetta skotvopn og gerði mér strax grein fyrir því að þetta var ofboðslega hættulegt og maðurinn var í hættulegu ásigkomulagi og hann byrjar að veifa þessari skambys út allt og fer eitthvað að ögra mér og eitthvað svona að því ég er strákur og hvort mér finnist þetta eitthvað töff og eitthvað svona flott að hann væri með þessa skambyssu og otaði henni að mér og ég bara fraus einhvern veginn, var ofboðslega hræddur og ég man eftir þessari tilfinningu, sko, það var svona doði sem fór hann í fætur, ég hélt ég myndi missa þvag, ég hélt ég myndi pissa á mig bara af hræðslu við þennan mann og að sjá þetta skotvopn. En ég man ekki hvort að ég tengdi við þetta mál, sko, þegar að þessi maður með þessa byssu kemur hérna heim. Ég tengdi það ekki, en
En svo gerist það nokkrum dögum síðar, það kemur frétt í blaðinu, kemur frétt mann hvort það var Mogginn eða Vísir, og þá sagt frá því að það hafi fundist skammbissa, hvort það var í hanskahólfi á einhverjum bíl eða eitthvað slíkt sko, og það sér lítil mynd af skammbissunni í blaðinu og ég sá ekki betur en að sko, þetta væri eins samskonar skambissa og þessi maður hafi verið að veifa þarna morguninn og þetta bara nokkrum dögum seinna. Veistu hvaða maður þetta var? Ég veit ekki hvaða maður þetta var. Hann kynnti sig með nafni, hann sagði nafni sitt, en ég veit ekki hver hann er. Hvað sagði hann fleira við ykkur? Hann sagðist vera að fara til, hann sagðist vera að fara til Ástralíu, ég man eftir því. Hann ruglaði, hann talaði svona ört í svona stuttum setningum og svona þetta var svona óskýrt, þetta var svona mjög óljóst það sem hann var að segja sko. Systir ég segir að hann hafi sagt við ykkur, hann hafi drepið Gunnar. Manstu þið því? Hann nefndi ekki nafn Gunnars, en hann orðaði einhvern veginn þannig að hann hefði drepið mann. Og það kannski líka það sem að veldur þessum ofboðslega ótta sko. Það að hann heldur á banvænu vopni og segist það að drepið mann og ég gerir mig fulla grein fyrir því á þessu augnablikki að þetta er hættulegu maður og þetta er hættulegt vopn sem hann heldur á í höndunum sem hann er að veifa þetta inn í íbúðinni heima hjá okkur og ég var alveg með fæturna á jörðinni hvað það varðaði. Þetta er 69, ég er 12 ára, ég er 13 ári og vissi alveg mínu viti, maður var búinn að reyna ýmislegt þrátt fyrir ungan aldur og vissi svona nokkurn veginn svona að lífið getur bæði verið grimmt og ófyrirsjáanlegt og fólk óútreiknanlegt og hegða sér með undarlegum hætti, sérstaklega ef það er í annarlegu ástandi, ef það er drukkið eða undir áhrifum eiturlyfja. Þetta var örugglega ekki sá sem var síðan grunaður verknaðinn? Nei, við þekktum hann. Það var vinur mömmu, hann var heimilisvinur hjá okkur, þannig að það var alveg skýrt og klárt. Og við stóðum alltaf með mömmu í því að við hefðum aldrei trúað honum til þess að fremja slíkan glæp. Hann var inn á heimilinu okkar og drakk kaffi með okkur og hann keyrði okkur, hann var leigubílstjóri og hann keyrði okkur stundum ef að þannig verkast vildi sko, kannski til ömmu eða þú veist, milli hverfa í Reykjavík og var alltaf búinn og hjálplegur. Hann var hjálplegur mömmu þegar mamma átti erfitt, ég man alltaf eftir því til dæmis. Hann rétti henni stundum peninga og hjálpaði henni með eitt og annað og hann var svona góður vinur. Þannig að við trúðum þessu náttúrulega alls ekki upp á hann, en við erum auðvitað bara börn og getum ekki dregið kannski alveg rökréttar ályktanir af þessu. En einhvern veginn þegar maður hugsaði tilbaka þá ímyndaði ég mér að maður hefði brugðist þannig við að setja minninguna bara einhvers staðar, að bara af ótta við að ég óttaðist líf mitt sko, hreinlega. Ef ég færi að segja frá þessu, ég bara óttaðist að þessi maður kæmi og myndi bara skjóta mig. Þú veist, af því að hann hafði í hótunum. Hverju hótaði hann ykkur? Já, hann hótaði að skjóta okkur. Þú veist, þegar hann var búinn að segja þetta. Að hann hefði myrt mann? Já, og ef við segðum frá, þá myndi hann skjóta okkur. Og þess vegna hafið þið... Já, ég meina það náttúrulega veldur ofboðslega ótta. Við erum 12 ára, systir mín er 10 ára, sko. Við erum alveg skelfingu lostum eftir þetta. Og þið hafið ekki sagt frá þessu? Nei, við hefum ekki sagt frá þessu. Þetta er einhvern veginn, já, þetta er svona eitt af þessum aðtökum í lífinu sem maður bara einhvern veginn lætur bara vera. Það er sumt sem maður lætur bara vera. En hversu ertu tilbúin að segja frá þessu núna? Kannski hef ég bara gott af því. Og kannski gerir það einhverjum öðrum gagn, hugsanlega. Af því að mér finnst bara sjálfur gott að vera heiðarlegur í mínum samskiptum við fólk og
og það er kannski bara heiðarlegt og sannleikurinn á auðvitað alltaf rétt á sér, það er bara þannig. Heldur þú sé einhverju líkur á því að því sanna geti komið í ljós ef að það er öðruvísi en menn telja? Það segir einhvers staðar að uppkomast svikum síður og að sannleikurinn mun alltaf koma í ljós fyrir eða síðar. En það er samt ekki þannig, lífið er ekki þannig, það kemur ekki, sannleikurinn kemur ofta ekki í ljós.